hve lengi ég beið þín vorrið á glugga napur vindur sem hvín. Kristinn Þór Rósbergsson. Kristi, þú ert annar tveggja þjálfara, ekki Garðar Marvin með þér í hvað er sjötta kvenna? Sjötta kvenna, það var ég og Garðar, við erum tveir saman. Er þetta þessi hefðbundni hópur? Mér skilst að stelpan að vanti eitthvað pínu í hópinn, hvað er rúmlega 20? Já, það er búið að bætast aðeins í núna frá í vetur, en já, svona 20, svo er náttúrulega alltaf einhverja sem er ekki hverja æfingu. Það eru ferðalög og það er hitt og þetta sem stundum tefur. Já, það er nóg að gera svona í sumari. Sem Kristi, er orðin töluverður munar á sjötta, eða er töluverður munar á sjötta og sjöunda svona, hvernig leggja upp æfingar, farið að koma meir í taktík í þessa stelpu sem eru aðeins stærri? Já, hann náttúrulega kannski segir sjálft þegar það eru orðnar eldri og bara hausinn er komin aðeins lengra og það er bara svona að vita aðeins meira hvað þetta snýst og það er bara einna helst það sko. Hvernig hefur gengið í vor? Bara mjög vel, þær eru bara áhugasamar og alltaf að bæta sig og þannig að þetta bara gengur mjög vel. Sem Kristi, hvaða verkefni fá þessar stelpur í sumar þar að segja í mótum? Herru, það byrja núna á Íslandsmóti sem svona bara yfir 1 dag, kallast nátumót sem á Dalvík núna bara í næstu viku. Svo verða sem 2 svona stórmót, pæjumóti í Siglufirði og svo símamóti í Kópavogi. Þetta pæjumóti náttúrulega Þórsar hafa verið duglegur að taka þátt í þessu undanfarin ár. Þannig að þetta svona sígilt að fara á pæjumót. Já, það hefur verið svona hefðin að fara þangað og bara mjög gott mót, bara stórt mót líka og stelpurnar fá að gista saman og það er mjög gaman þess. Kristi, hvernig að vera komið núna út á grasi? Við vorum náttúrulega í Bógan með allan vetur. Var ekki líf og fjör loksins eru komist á eða grænt grasi hérna úti? Jó, það er mikill léttir að fá að koma út líka bara í betra loftslag og svona, þannig að þetta bara, það er mjög gaman að þessu að vera úti. Ég held að það sé mikið skemmtilegra fyrir þær líka, eins og flesta bara sem er í fótbolta, að vera úti. Þetta er allt annað? Þetta bara eiginlega ekkert sama íþrótt, það er bara þannig. En þið eru sem sé bjartsýn fyrir sumari? Já, við erum mjög bjartsýn bara og bara erum spennt fyrir þessu. Kristi, nú ætla ég á eftir að ræða við einhverja stelpur og við skulum heyra hvernig hljóður þeim. Já, takk fyrir. Jæja, við erum stödd í lok æfingar hjá 7. flokki kvenna í fótbolta hjá Þór. Ég að blokkara því svolítið, vilt þú krjúpa hérna þannig og svona? Ég ætla að heyra hljóði í ykkur að því ég var nú að færa því. Hvað heitir þú? Sonja. Hvernig að vera í fótbolta? Það er bara mjög gaman. Er þetta rosaleg stuð? Varstu í vetur að æfa hérna inn í Boga? Nei. Bara á sumrin? Já. Hvað heitir þú? Ingibjörg. Og hefur þú verið að æfa lengi? Já, pínu. Ég var bæði vetur og sumar. Segðu mér, hvað er skemmtilegast við fótboltan? Spila. Er eitthvað leiðilegt við fótbolta? Nei. Hvað heitir þú? Steingríður. Og þú hefur verið áður í fótbolta? Já. Er gaman? Já. Segðu mér, þessi þjálfarar, Krissi og Garðar, er þetta ekki alveg fínustu kallar? Jú. En hefur kannski ekkert kallað að kalla þeir svo kornungir, fyrir strákar? Ég ætla að færa mig hérna yfir á hinn vænginn, þannig að þessu fleiri sem fá að koma með. Hvað heitir þú? Tinna. Tinna, hefur þú æft fótbolta áður? Já, á veturnar. Á veturnar. En er ekki svolítið gaman að komast út í svona grasi á sumri? Jú. Hvað heitir þú? Hafdís. Hafdís, hefur þú æft lengi fótbolta? Nei. Ertu kannski nýbyrjuð? Já. En er þetta gaman? Já. Heldur að muni halda þessu áfram? Já. Hvað heitir þú? Aþena. Aþena, ert þú búin að vera lengi í fótbolta? Ég veit það ekki. En þú, hvað heitir þú? Sigrún. Og hvað með þig, hefur þú æft lengi? Ég var henni síðasta sumar. Já. Og bara mjög gaman? Já. Stelpur, hver er bestar? Þór! Hvað sögðu þið? Þór! Stelpur, takk fyrir og gangi ykkur vel í sumar.
Ertu komin, þú ert komin til mín.